Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Mér langar að byrja því að þakka þér. Mér langar að þakka þér sérstaklega fyrir það að gefa þér tíma til þess að hlusta á þætti eins og hlaðvarpið með lífið í lúkunum og fleiri svipuð hlaðvarp. Með því að þá ertu að valdefla þig. Þú færð tæki og tól í hendurnar til þess að bera ábyrgð á eigin heilsu af því að við erum jú öll með lífið í lúkunum. Í þætti dagsins þá ræði ég við hana Erlu Gerði Sveinsdóttur og við ræðum sjúkdóminn offitu, efnaskipta aðgerðir, þyngdarstjórnunarlyf sem hafa mikið verið í umræðinu, virkni og aukaverkanir þeirra, nauðsynlegar breytingar á lífstíl í kjölfar inngripa eins og efnaskipta aðgerða og þyngdarstjórnunarlyfja. Við ræðum fordóma, gagnvart offitu, áhrif umhverfisþátta á heilsufarið okkar sem eru mjög stór þáttur og margt fleira. Og þetta er mjög áhugavert viðtal og ég hvet þig til þess að hlusta til enda og deila með öllum þeim sem þú veist að gætu haft gagn og gaman að. En áður við förum í viðtalið þá langar mér sjálfsögðu að þakka öllum samstarfsaðilum mínum að því ég er þeim svo óendanlega þakklátt fyrir þennan stuðning sem þeir veita mér til þess að geta haldið þessu hlaðvarpi úti. Erla Gerður ræðir mikilvægi góðrar næringar fyrir góða heilsu og það getið þið heldur betur fengið hjá Spírunni. Ég get ekki hætt að tala Spíruna, ég fer þangað í hverri viku og maturinn er alltaf jafn góður og ég veit að ég genga góður hráefni, hollri og góðri næringu og sem er leið bragðgóð. Þið getið fundið matsælana inn á spiran.is og það er alltaf heitur matur í hádeginu og kvöldin og allan daginn getið þið fengið aðra rétti eins og kjúklingasalat og alls konar þannig og avokadótóst og fleira. Og það er mjög auðvelt líka að ná sér í takeaway ef þið hafa ekki tíma til að fara út þangað að borða, að grípa bara með sér. Svo er það heilsuhillan og vörur mánaðarins hjá heilsuhillinu og heilsuerlu eru New Nordic eins og ég nefndi í síðasta þætti. Vörurnar frá New Nordic eru vísindalega samsettar úr jurtablöndum. Þær eru nýttar í náttúruleg fæðubótarefni og snyrtivörur. Og undanfarin ár þá hefur þetta fyrirtæki notið mikilla vinsælda og er framarlega í flokki þegar kemur að fegurð innan frá. New Nordic hefur unnið til fjöldaverðlauna og býður aðeins upp á það besta frá náttúrunni. Og í heilsuhillum Netto, af því að Netto er nú þriðji samstarfsaðili minn, þá þekkið þessa vörur á fallega litríkum pakningum. Þær eru innlitar og í svona kössum, fallegum litum. Og dæmi vörur frá New Nordic eru til dæmis Hair Volume. Ég talaði sjampóð daginn en það er líka til Hair Volume svona hylki sem eru úr eplum og fleiru. Og síðan er það Apple Cider sem er svona eplaedik, bæði til í töflum og hlaupi. Active Liver, það er til nokkra tegundir af magnesium. Og svo með Lissa Dream sem getum hjálpað ykkur með góðan svefn og margt fleira. En allt þetta getur fundið í Netto og helstu apótekum. Og mér langar því að lokum að þakka Netto og hvet ykkur til að skoða alltaf heilsuvöru vikunar. Netto er alltaf með góð tilboð í gangi og ef þið eru með appið þá getið þið alltaf fengið auka afslátt eða appslátt í gegnum appið á tilteknum vörum. En nú skulum við fara yfir í spjallið. Gjörið svo vel. Hjá mér í dag er nafna mín, hún Erla Gerður Sveinsdóttir, læknir. Og við erum búin að ætla að hittast mjög lengi. Hvað er þetta, þriðja tilraun? Ja, eitthvað svo lengi. Já, allt er þegar þrennt. En ég er búin að vera með þig á lista, bara næstu því frá því ég byrjaði með hlaðvarpið, því að mér finnst þú svo ótrúlega fróð og bara með svo flotta sýn á þessa heildrænu heilsu. Takk fyrir það og
takk fyrir að taka eftir því að það er svona áhersla sem að verið að reyna að leggja áherslu á sem ég til vera mjög mikið. En fyrir þá sem ekkert þekkja til þín, hver er Erla Gerður? Já, Erla er sveitastelpa á norðan og sem að fór svo í læknisfræði og ætlaði að bjarga heiminum og búin að fara þegar ég fer yfir og skoða ferilina og hlýt ég að vera örugglega 100 ára því að það er svo margt sem að ég búin að vera að brasa við. En í stóru myndinni að þá var ég mikið í svona bráðalæknisfræði til að byrja með og fór út allt væri þyrlun og sjúkrabílunum og hernum og guð hvað og svo og fór svo að læra svæfingar út í Noregi og þegar að ég tók alveg uppbyggju og varð móðir og þá fór ég að vilja vinna í dagvinnu frekar en allir þessu vaktastúsi fór og lærði heimilislækningar stæðan fyrir svæfingar og svo einhvern veginn bara smám saman þroskaðist betur þessi mynd á þessa heildrænu heilsu og ég fór að fá á oftinni og fór að vinna á Reykjalundi og svo var ég yfirlæknir á heilsustofnun í Hveragerði og ég er búin að vera að vinna í alls konar bæði heilsugæslu, einkareikinni, ríkisreikinni, úti á landi, verið trúnaðarlæknir, já, ég er búin að vera alveg svakalega við það og bara að safna í reynslubankan en síðustu ég er örugglega svona 15 árin er búin að vera í offitunni og 2015 urðu kaflaskil þegar ég fekk samning við sjúkratryggingar að starfa við offitummeðferð sem sérfræðilæknir og svo fyrsta og reyndar átti ég ekki vona að ég ennþá svo eina en ok. Ertu ennþá svo ein? Eftir 15 ár? Vá, það er áhugavert. Það er mjög áhugavert. Það er ekki þannig að vandinn sé ekki víðtækur. En þetta eru sem sé læknir að vinna við þetta inn á síðan stofnunum líka. En þannig að já, ég í þeirri svona viðleitni minni til að vinna heildrænt og þverfaglega og horfa á einstaklingin sem eina heild þannig að því mér finnst það sko heilbrigðisstarfsfólki að safnast saman og sinna sjúklingnum, ekki sjúklingurinn er að hlaupa milli heilbrigðisstarfsmanna og einhvern veginn er að púsla sjálfur saman hvernig, þú veist, mismunandi kerfum og svona, þannig að ég stofnaði ásamt mákunum minni heilsuborg á sínum tíma sem við vorum með í 10 ár sem og var alveg ótrúlega spennandi og skemmtilegt tímabil sem að náði því miður ekki að vara að eilífu en það er náttúrulega alveg gríðarlega reynslutími og þar náttúrulega náði við svona já að sjá svona já hvernig þessi mynd getur verið skemmtileg að mismunandi heilbrigðisstéttir vinni saman og einstaklingurinn kom á eitt stað og fá alls konar þjónustu en það var skemmtilegu tími. Já, hvaða heilbrigðisstarfsmenn voru þá svona að vinna saman þar? Það var náttúrulega mismunandi sérfræðilæknar, það voru sjúkraþjálfarar, íþróttafræðingar, sálfræðingar, næringarfræðingar, hjúkrunarfræðingar. Ég glem okkur. Það var bara, já, þú veist, bara, já. Mjög þverfræðilegt alveg, já. Og svo voru við hliðin á heilsugæslu, þannig að þetta var bara. Já. Hvað vantaði upp á þetta, hefði varað til eilífar? Er það bara fjármagn? Það er fjármagn. Já. Og kannski skilningur og þessi sýn, hún er ekkert svo algeng, sko. Hvernig breytum við því? Ég veit það ekki, ég vissi að það var vonandi komin lengra. Nei, við bara höldum áfram og gerum okkar besta og ég held að mér finnst allavega, kannski að því að það kannski þá er í kringum með meira, að mér finnst þessi hugsun miklu algengari dag en hún var þannig þegar við vorum að byrja og miklu fleiri horfa þannig að horfa á einstaklingin og heilsun svona heildrænt og já. Sko því nú talaði sjúkdóminn offitu, hvenar var
þú veist, því breytt að þetta veri skilgrind sem sjúkdómur, fannst þér? Það var svona 70 ár síðan. Því að það er svo langt síðan? Ok. Já, það var bara ekkert verið að tala um það. Nei. En hvað er sjúkdómurinn offita? Já, sko, það er náttúrulega, það er algerlega eðlilegt fyrir líkamann að safna þyngd í formi fitu. Og það er ekkert sjúklegt við það að fitna. Það er algjörlega eðlilegt fyrir bæri. Og síðan er í rauninni skilgreining á offitu er að ef að fituvefur er annars vegar of mikill þannig að hann fer að raska starfsemi líkamans og líðan, eða þá að fituvefur starfar ekki rétt og raskar þannig heilsu og líðan. Þannig að offita er í rauninni ekki skilgreind út frá þyngd eða BMI. Sjúkdómur. Og það náttúrulega ruglar marga og eðlilega, og að því að BMI stuðullinn, þessans líkamsþyngdarstuðullinn, hann var fundin upp í rauninni til þess að bera saman stóra hópa og fylgjast með þróun. Og hann er mjög góður í því. Og hann er settur inn í sko rannsóknartilgangi og við notum hann ennþá sem slíkan. Og en einhver hluta vegna að farið að nota hann í rauninni sem mælikvarða á sko heilsu einstaklings sem hann á ekkert heima þar. En hann verður að vera í alls konar sko rannsóknum og skilgreiningum og viðmiðum og svo leiðis, en ef við bara förum að túlka hann sem slíkan, en hann er ákveðið viðmið, hann segir okkur ákveðið og en hann gefur okkur vísmyndingu þá hvað við eigum að skoða nánar. Þannig að það er alltaf yfir mikil breyting og líkamsþyngdarstuðli. Það er alltaf að skoða hvað er að gerast. Hjá einstaklingar. Já. Þannig að hann er alveg margtækur til þess að fylgjast með breytingum. En hvaða breyting það er hún heilbrigð eða óheilbrigð, hvort átturinn sem hún fer? Einmitt, þegar maður getur verið mjög bara vöðvastæltur og verið með mjög hátt BMI veist, og flokkast í ofþyngd, en samt er maður hraustur. En ekki offit. Nei. Það ef að maður er komin það hátt í BMI, þá er hlutfallið orðið farið að raskast og þannig að þetta er vísbending. En maður skildi aldrei nota BMI einan og sér, hann er bara vísbending og einhverju hluta vegna, hefur hann valdið miklu misskilningi. Já, en hvernig skilgreinið þá? Ef einhver kemur til þín, hver eru svona kríteriurnar fyrir því að hann fái skilgreininguna? Sko við skoðum efnaskiptaheilsu, sem sagt er eitthvað sem að er varðandi hvort sem það er insulín, blóðsykur, kerfin, fitulifur, blóðfituröskun, eitthvað svona venjulega þetta metabolic syndrom. Í blóðpröfu þá? Já, það er skoðað í blóðpröfu. Og svo náttúrulega er háþrýstingur og hjarta- og æðakerfið er svona partur af því. Þannig að það er eitt af því sem við skoðum ef það er vandi. Við skoðum hvernig líkams samsetningin er og hvernig dreifingin er vegna þess að umfang fituvefjarins hvar hann er stattur og bæði hvað varðar þyngd og umfang, þá getur hann trufla líkamsstarfsemi. Þannig að við skoðum hann getur til dæmis valdið álag í lungun og kæfisefni, hann getur valdið þvagleika, stoðkerfisverkjum, bakflæði, þannig að þá er í rauninni er það bara út af magni og staðsetningu vefjarins sem hann er farin að trufla heilsu og þá telst það orðið sjúkdómur er farin að hindra líka færni. En svo er það líka þannig að vefurinn sjálfur, fituvefurinn, hann getur starfað óeðlilega og verið með sjúkdóm eins og aðrir vefir. Hvernig þá? Og það er ekki fólkið í hvað er mikið að líta hann, þannig að það er hægt að vera með sjúkdóman offitu í eðlu BMI. Okay. Og þannig blekkit allir sem átti sjá því að þannig að þessi sjúkdómur sem er í rauninni álags- og bólgu ástand í líkamannum sem að veldur alls konar truflunum, það er sjúkdómur sem við erum að reyna að greina. Það er ekkert með útlit að gera eða neitt þannig. Nei. Er þetta eitthvað sem er meðfætt eða er þetta eitthvað áunnið? Sko,
genetík fyrir hrein beinar erfðir á offitu eru mjög sjaldgæfar. Það er tilstökkbreytingar í ákveðnum genum sem að valda á það, en þetta er ekki svona algeng ein genabreyting. En það er alls konar hlutir sem að erfast, sem gera fólk þannig að það hefur meiri tilhneigingu til þess að safna fitusýrum. Og það er alveg ótrúlega fjölbreytt hvernig það getur verið. Og eitt af því sem að stóra máli sem að við erum að fást við eru þyngdarstýrikerfin í heilanum. Og einhverja hluta vegna hefur fólk haldið að þetta snúst alltaf kaloríur í nót, og við erum komin svo ofboðslega langt frá þeirri skilgringuna sem bara, þú veist, ef þú heyrir einhvern segja það, að þá veistu að viðkomandi veit ekkert hvað hann er að tala. Og það er svona bara eins og að segja jörðin sé flöt. Við vitum alls konar síðan að það var talið. Og ekki það að það skiptir auðvitað máli hvort við fáum næga orku eða erum að leggja mikið álag líkamenni mikil umframorku. En það er svo útrúlega margt sem gerist þarna í mildtíðinni, og það eru þessi stýrikerfi þyngdar sem að skipta máli, og það eru skilaboðið þessi stýrikerfi getur verið arfgeng. Þannig að við getum ekki sett já eða nei við arfgenginu, en það kemur á svo óbúslega inn á svo marga þætti. Þannig umhverfisþættir hafa alltaf úrslita. Umhverfisþættir hafa alveg gríðarlega mikil áhrif, en hvernig líka með túlkar umhverfið sitt? Það er rosalega mismunandi, og það er bæði erðin, genin okkar, það eru líka utan gena erðinar, en hvernig líka með tjáur genin sín, eða þess að við erum með fullt af þeim, og hvað veldur því að sum verða ráðandi og sum ekki. Það er svolítið lífið sem að ákveður það, og aðstæður móðukviði, aðstæður uppeldi og allt þetta. Síðan er það þannig að uppeldið okkar, áföll, allir svona, hvað sem aðbúnaður í æsku skiptir mjög miklu máli hvernig líkaminn síðan fer að túlka. Og þannig að til dæmis eru megrun mjög fyrir líkaminn mjög hættulegt ástand, og hann bregst við því og hann man eftir því. Þannig að jójó-megranir gegnum tíðina eru mjög skaðlegar fyrir þyngdarstjórnunarkerfinu okkar. Og megrun er þá skilgreint sem skortur á hitaeiningum og næringarefnum? Megrun er í rauninni, já, það er þvinguð aðgerð. Það er sem að líkaminn vísvitandi látin fá minna en hann þarf á þeim tíma. Þannig að hann þarf að bregðast við þeirri aðstöðu, en hann túlkar þetta mikið hættu ástand fyrir líkamann. Og hann er náttúrulega með alveg ótrúlega spennandi og skemmtileg varnarkerfi sem er búin að þróa í 1000 ára, og hann er ekkert búin að breyta þeim bara á 100 árum eftir að við fengum allsnægtir. Þannig að það hefur áhrif á hormónin, kannski settu og svengdarhormónin. Já, og alls konar. Og miklu flóknar en það, og skemmtilega. Eitthvað sem þú vilt fara út í? Sko, mér finnst þyngdarstjórnunarkerfin okkar vera alveg ótrúlega áhugaverð, og þau sitja þarna í grunnheilanum okkar og er einmitt að lesa í stöðuna. Þau eru að fá skilaboð allstaðar úr líkamannum. Þau fá skilaboð þú veist, hvað mikið til af þessu vítamínu hinnu, og hvað mikil orka, og hvað er hvað hormónir í gangi, og hver eiga verið í gangi, og hver á slökkva þeim, og bara öll þessi skilaboð sem koma innan úr líkamann. Síðan er þau líka að fá skilaboð frá allstaðar á heilanum í hvað aðstæðum erum við. Erum við örugg? Er ég vel sofin, er stressu, þú veist, hvað finnst mér gott, hvað ég prófaður, hvernig, þú veist, það er alveg ótrúlega mikið magna af upplýsingum sem að þessi sentralstöð í gamla heilanum okkar þarf að fá, safna upplýsingum og en síðan hvernig þessi stöð túlkar upplýsingarnar. Það fer eftir erðunum okkar, utangena erðunum, aðstæðunum okkar og öllu því að eitt er að
hvað eru opuslega marga breytir sem það er að taka til og svo bara hvernig unnið úr þeim. Og ég svona, mitt starf felst mjög mikið í því að koma jafnvægi á þessi þyngdarstjórnunarkerfi líkamanns, þannig að skapa í rauninni líkamannum allar þær forsendur sem að hann þarf til þess að hann geti unnið eðlilega með þyngdina sína. Og þannig að það sem við getum gert eru bara þessi ytri skilyrði, þar að segja. Við getum ákveð hvenær við borðum, hvað við borðum, hvernig við setjum það saman, hvort við sofum og hvort við hreyfum okkur, hvort að við tökumst á við bara álag og vanda dagligslífs og hvernig þetta allt saman Við getum ákveðið það. Við getum ekki ákveðið hvernig líkaminn vinnur úr því og hvernig hann túlkar það. Og þar kunstinn svolítið að lesa. Hvað finnst líkamannum þetta og hvernig ætlar hann að vinna með það? Og það út af það gengur áfættum meðferðin mjög mikið að koma ró og stöðuleika á kerfin og lesa þá vísbendingarnar hvað þarf þá að laga og vinna með. Og síðan hefur þetta stýrikerfi ákveðið viðmið og upp á hvernig það stýrir líkamsins og ennþá veit enginn nákvæmlega hvernig það kemur til eða hvernig við getum breytt því. Það er bara ein leið sem við kunnum til að breyta því. Og það eru efnaskipta aðgerðnar. En það er mjög dramatist. Já, getur farið í þær að svo eftir. En þetta viðmið þannig að það heldur líkamannum á ákveðinu bili í þyngd og mjög margir átta sig alveg þú veist þeir fara að taka einhvern gúrun þeir léttast smá og svo bara fer allt einhvern veginn í sama farið aftur og jafnvel verra en það sem sagt mjög eðlileg lífeðlisfræðileg viðbrögð. Það í rauninni þetta efnaskipta aðlögunarkerfi sem við höfum. Líkaminn leifur okkur léttast ef hann skynjar hættu, þess að það vera að borða minna og að því að hann vil leifa okkur að komast út úr þessi hættu og bara allt í góðu. Við göngum og forðan tímaböndi en svo fer hann að breyta allu og þess að bregðast við ef það varir of lengi og þá sendur hann út alveg gríðarlega mikið af þessum svengturhormónum sem gera allt vitlaust. Breytir brennslinu, breytir öllu kerfinu til þess að hjálpa okkur að lifa þetta af. Þannig að eftir þetta tímabil þá líka hann komin í gríðarlega mikið fitusöfnunar á miklu fitusöfnunar stillingu eins og maður segir og þá fitna maður miklu minna tilefni heldur en áður. Og þannig að segja einstaklingi sem með offitu sem þá með röskun á þessum kerfum vegna að það hluti af sjúkdómsmyndinni að stýrikerfi starfa þá ekki rétt. Að segja þeim einstaklingi að hreyfa sig meira og borða minna skaðlegt. Að vegna þess að það olía á eldin, það raskar það ennþá meira meðan það þarf að setja inn stöðuleika á þetta kerfi, en ekki raska því ennþá meira. Þannig að en síðan þannig að, og það það sem að einhver fær Nobelin fyrir þegar það uppgötvast hvernig við getum breytt þessu setpointi eða styrkjarunni þarna, að sumir líkamar geta gert hvað sem og líkaminn aðlaga sig alltaf að því og stillir þyngdina. Þeir geta borða hvað sem hvenær sem og þeir fitna ekki neitt. Meðan að aðrir upplifa þeir bara þyngjast kíló og bara labba fram í bakari, skilur. Veist, að hjá öðrum þetta setpoint rosalega mikið að leita og breyta eftir í bara hvað að gerast. En við höfum ekki skýringu akkur sumir. Sumir geta akkur sumir líka maður halda þessu svona þétt stýrðu en það ekki. Það enga vísbendingar það af hverju, hvað áhrifa þættir þetta? Erfðir eru náttúrulega líklegastar í að vera grunnþátturinn og líklega erum við í grunninn stilt svona ef að ég held að við séum búin að rugla líka maður svo mikið hann kunni ekki að bregðast við lengur en það með öllu sem að við erum að færa hvað segir maður, við erum orðin svo ótengt náttúrun okkar og við erum farin að borða svo mikið ruslina, gjörunar mat og við erum farin að stýra öllu, við erum farin að vera með raflýsingu, við erum farin að vera með mikið ljósáreiti, mikið áreiti af alls konar þannig ég held að við sem komum svo langt frá náttúruna að þessi kerfi hafi bara ruglast
og eigi mjög erfitt, en ég held ég séum í grunninn stilt á að halda þessu nokkuð svona þéttu. Sko fyrst þess að mitt eftir hug var bara þarmaflóran. Hvort að hún geti haft svona mikil áhrif. Sko hún hefur mjög mikil áhrif, við vitum það. Ja. En hún bara samt einn partur í púslinu. Sko. Ja, að því að tala um svona second brain, eða þú veist, bara. Það er alveg gríðarlega mikið og skilabóðin sem getur komið frá þarmaflórunni til heilans og til í þyngdarstjórnarkerfi skipta rosalega miklu máli. Þannig að það sem að við og meðal annars vegna þess að við erum komið svo langt frá náttúrunni, þá erum við komin með svo einsleita þarmaflóru. Akkurat. Og það þýðir truflun á þessu kerfi. Þannig að það sem við vitum, það veit engin nákvæmlega hvernig þarmaflórun á að líta út að vera, en þannig að það getur enginn sagt, þú veist, það getur enginn skoðað alveg og sagt bara, já, þessar bakteríu við og þá er þetta fínt, sko, þekkingin er ekki komið þangað. En hins vegar, ef við getum séð að sko, þarmaflóran er mjög fjölbreytt, það er mjög gott fyrir okkur. Þannig að mín ráðlegging er alltaf að nýta þar leiðir sem við þekkjum til þess að auka fjölbreytni þarmaflórunar. Akkurat. Og það helst með mat. Ég er aldrei búið mikið fyrir gerfidót og duft og svoleiðis. Þannig að ég vil bara trefjar. Já, einmitt. Bara trefjar. Trefjar og lítið unnir matur og fækka því sem truflar hana. En svo er líka annað, þú veist, lélegur svefn truflar þarmaflóruna, hreyfingarleysi truflar þarmaflóruna. Þetta er allt, við erum alltaf að vinna sem sagt, á svipuðum nótum að fá þetta heildræna sem sagt, það hefur alltaf áhrif á hvað annað, þannig að þegar við erum til dæmis að hreyfa okkur, við erum ekki að hreyfa okkur til að léttast, við erum að hreyfa okkur til þess að bæta allar aðstæður inni í líkamanum og kerfunum okkar og breyta alls konar hormónum og búðöfnum og einhverju til þess að líkamann starfi betur. Þannig að og ég líka vinn mikið við það að afrugla fólk með það að vera ekki að hreyfa sér til að léttast. Einmitt, því það er kannski trendi hjá fólki ofþyngd og offitu. Og það færi alveg þessar ráðleggingar, þú eru bara að hreyfa það meira. Þannig að en hreyfa sig alltaf en við hæfi og með það markmið, ég líka séð óskaplega marga fara í mikla hreyfingu, léttast ekki neitt að gefast upp á því og eins og hreyfingu skipti engu máli, en það er eitt af því sem líka mann alltaf bara aðlega sig að ef við erum að hreyfa okkur meira en er gott fyrir hann á þeim tíma, eða hann ræður við á þeim tíma og líka með við orkuna sem hann þá fær bara skýrina það sem á hvað hættumerki og aðlega sig að því. Ótrúlega þessi líkami. Hann er svo dásamlegur. En að því þú nefndir efnaskiptaaðgerðir, þá hefur þær hafa verið svolítið mikið í umræðinni undanfarin ár. Það eru til nokkrar tegundir, nú þekki ég þetta ekki alveg nóg vel, þú kannski segir okkur af hverju ætti, eða af hvers vegna er það gagnlegar, í hvaða tilfellum er það gagnlegar og kannski mismunandi tegundir, hefur þetta þróast mikið? Já, sko, þetta hefur alveg þróast og þetta er alveg í hraðri þróun og sem betur fer, en það sem að hefur staðist tímans tönn er svo kölluð magahjáveita og það eru mjög löng reynsla á henni og ekki það að það hefur aðeins þróast sko hvernig hún er gerð til þess að koma í veg fyrir fylgikvilla eins og innra kviðslit og annað slíkt, þannig að er farin að setja saumana aðeins öðru í sig og eitthvað svona, þannig en í grunninn er hún svo aðferð sem hefur reynst best. Og hvað er gert í þess aðgerð? Þá er í rauninni tengt fram hjá maganum. Þess að hjáveita. Þá er í rauninni efsti hluti magans skorinn frá og gatninnar tengdar beint við hann. Svo bara maganu loka, hann er þarna bara, framleiðir sín efni en hann sendir þau þá niður sem sagt þannig að magasafin og maturinn blandast seinna, sem sagt það tengt fram hjá hlutagatninni. Og alveg stórum hluta afgátt sem að væri þá að sá hluti meldingaværi fer að framleiða aðra hluti að því að þetta er efnaskipta aðgerð, þetta gengur ekki út á að minnka magan til að borða minna. Eins og var fyrst eða gert? Sko það eru til svoleiðis aðgerðir, eins og magabandið og svoleiðis. Það eru aðferðir til að minnka maga eingöngu. Þær eru ekki efnaskipta aðgerð, þær eru ekki góðar aðgerð, það er bara þvingað svelti. Já, af því hann getur svo ofta bara tekt. Nei,
hann getur það ekki. Nei, hann getur það ekki. En efnaskiptin geta breyst. Já. Það að því að, og síðan að maga ermi sem að í rauninu var uppálega vegna þess að þeir var að fara að gera þær sem fyrri hluta af aðgerð vegna þess að ef var einhverja hluta ekki hægt að gera alla aðgerðina út af einhverju samgróningum eða einhverju svona kemur á mikið tógatnina. En svo kom ljós og hún var bara mjög hjálpleg. Þannig að hún minna inngrip hvað var þar svona skurðtækt inngrip getur við sagt. En þá hluti mér magans fjarlægur og þá verður hann bara svona eins og rör og aftur þá getur fólk borðað minna. Og þá kannski hægt á þau fá ekki næringarefni sem þau þurfa. Það alltaf hægt á því. Þess vegna þarf að vinna sérstaklega með það annars verður undirbúið aðgerðina mjög vel þannig að sé búið að fylla allar byrðir af næringarefnum og koma að jafnvægi allir þessi kerfi þannig að líka maður geti tekist á við þetta inngrip sem aðgerðin og svo þarf að taka vítamín alla ævi og það þarf að passa mjög vel með alltíðarnar og það þarf að borða reglulega og í rauninni þarf maður að passa mjög vel upp á hvað maður nýtir í þetta litla pláss og maður má ekki gleyma neinnum alltið, það er mjög mikilvægt. En það sem að þarna og ég finnst bara mjög eðlileg spurning að spyrja, þú veist, ok, ef að það er búið að gera svona mikið inngrip og búið að minnka magan og fólk borðar minna og þá fer það að léttast, ég finn það ekki bara málið að borða minna, þú veist, í fyrsta lagi. En málið að þá, sem sagt, þá fer líkaminn að bregðast við þetta aðlögunarkerfi. Ef þú bara borðar minna án þess að fara aðgerð eða án þess að fara að lifa, þau getur gert þetta líka að þá bara breytir líkaminn sér og fer að vinna með það og stilla manna á þyngdaraukningu. En hins vegar þarna verið að senda önnur skilaboð upp í heila. Þannig að heilin fær skilaboðum að hér allt læg. Og þú mátt léttast að því að þetta engin hægt að verða með því að það búið að trufla þetta kerfi. En það tímabundið. Er það bæði með hjávitu og magaermi? Þetta allt gerir það sama? Það í grunninn þetta bæði að gera það en það sem að magahjávitan miklu víðtækari, hún fer á miklu fleiri kerfi, eins og maður sér. Að því að stýringin í heilanum svo rosalega, hún fer hann svo opaslega marga þætti, þannig að hjávitan fer inn á flesta, hefur áhrif á fleiri tegundir af meltingarhormónum og miklu víðtækari og í rauninni bæði öflugri og langvinnari heldur en ermin. Ermin gerir hluta af þessu sem að hjávitan gerir og stundum það alveg nóg, stundum það ekki nægilegt fyrir einstaklingin og stóra hættan við ermina að svo mikil hætta á slæmu bakflæði og þess vegna verður að passa að einstaklingar sem með bakflæði fyrir fara ekki ermaðgerðnar og að því að stór hluti þess að ég gerir þessa dagana að hjálpa fólki að komast í enduraðgerð eftir ermaðnar. Okay. Þannig að til þess að laga skaðan. Já, en þú sagðir að þetta væri tímabundið. Já. Þetta ástand. Já. Og en málið að sko við fáum bara ákveðin glugga. Það sem að í rauninni þetta svo mikið innrás á þetta kerfi að það bara það bara lokar. Og en það að endurforrita sig eftir aðgerðina. En árið eftir aðgerð skiptir öllu máli langtíma árangurinn. Þess vegna skiptir eftir meðferð eftir aðgerð svo miklu máli. Aðgerðin sjálf bara lítið brot af stóru myndinni. Þannig að því að sem verður að segja að kerfið getur ekki brugðist við. Það getur ekki sendt skilaboð til líkamans að hætta að léttast að þó að þú borðir alltaf lítið og þannig að fólk eftir aðgerð það bara við kallum þetta honeymoon tímabilið. Fólk bara léttist alveg saman hvað það gerir í sjálfur sér, hvort sem fylgir leiðbeiningunum ekki. Og upp að ákveðnu marki. En málið að þetta akkurat viðkomasti tíminn sem að kerfið að endurforrita sig. Þannig að það sem að við leggjum alveg gríðarlega mikla áherslu á að á þessu tímabili eftir aðgerðina að fólk borði reglulega
borði, passi upp á prótín í hverju málti, taki vítamín sín, drekja vatni milli málti, bara fylgi öllum leiðbeiningum sem sagt og að því það ástæða fyrir þessum leiðbeiningum, þetta ekki bara eitthvað bull og við að vera eitthvað svona erfið og leiðilega að setja skipta okkur í lífi fólks en að því að ef að kerfið sem að þá mjög viðkvæmt og að endurmóta stöðuna, ef að það fær skilabóðin bara hér allt öruggt og stöðugt og rólegt þá forritar þyngdarstjórnuna kerfi sig í að bara eðlilega þyngdarstjórnun og þetta setpoint, þetta eina sem við kunnum að breyta setpointinu, það endurforritunin eftir aðgerðnar, fyrsta ári eftir aðgerð. Og þannig ef að fólk sem sagt nýtir það tímabil mjög vel, að þá verður árangurinn miklu betri vegna þess að síðan þegar að kerfin fara að tala saman aftur sem þau fara að gera svona 1-3 árum eftir hermi og svona 3-5 árum eftir hjávetum að þá skiptir máli hvaða tungumál þeir að tala. Ef að þá búið að stilla kerfið á þyngdarstöfnu þá náttúrulega ríkur þyngdin upp aftur. Ef að kerfið bara rólegt og búið að ná endurforritun í eðlilega þyngdarstöfnu þá langtíma árangurinn mjög góður. En þetta getur ekki fundið á þessum tíma. En þá þurft að vita af þessu og vinna með það og bera virðingu fyrir því til þess að fá langtíma árangur af aðgerðum. Yeah. Og þetta vita bara með reynslu og rannsóknum og já. En sko, maður hefur heyrt það að það fólk að fara í svona aðgerðir sem að ætti mögulega ekki að fara í svona aðgerðir af því að það náttúrulega alls konar aukaverkanir. Hvað ég hef náttúrulega bara miklar áhyggjur af því og auðvitað hef ég svolítið skakka mynda því að það er náttúrulega miklu fleiri sem leita til mér þegar þetta gengur ekki vel heldur en þetta hefur gengið vel. Ekki það ég fylgi eftir mjög mörgum af mínum sjúklingum náttúrulega og ég sé alveg gríðarlega fylgni þeir sem fylgja við leiðbeiningum þeim gengur langtíma betur, það bara en það getur alls konar komið upp á jafnvel þó maður vandi sig óbúslega vel, það ekki það, það ekki þannig að það sé bara þeir sem að gera þetta ekki vel sem að lenda í einhverja síðan svo en því þetta alltaf áhætta og þetta alltaf óvissuferð og ég reyni að útskýra það mjög vel að við vitum ekki nákvæmlega hvernig líkaminn mun bregðast við þessu inngripi en það sem við getum gert, við getum undirbúa hann vel og passa það að hann hafi góðar forsendur til þess að vinna úr þegar hann að endurstilla sig og veri vakandi ef að kemur upp á eitthvað sem að geti verið að truflan og leiðrétta það þá. Þannig að þá hámörkum við líkurnar á að þetta gangi mögulega vel en þetta mjög vandmeðfarið verkfæri. Þessi aðgerð. Hún frábær þegar hún á við og getur breytt lífi fólks mjög til hins betra, þannig að það mjög erfitt að léttast. Og það ekki það að fólk veit ekki hvað á að gera það ekki, mjög margir sem með offitu með rosalega flott mataræði, mikillir hreyfingu þessu margir sem halda þessum bara ekki hreyfa sér neitt eða veit ekkert hvað það hollt að borða eitthvað svona, bara dæmir fólk og það alltaf hluta þessum fordómum gagnvart offitunni en mjög mikið af fólki að gera mjög vel en líkaminn hann bara að vinna allt öðruvísi og það kúnstin að reyna að finna hvað það sem hann hvað að truflan hvað vanstillingin þetta svo skemmtilegt En þeir sem að fara í aðgerðir þá á vegum Landspítalans þá þeir þurfa alltaf að fara í rosa undirbúning það ekki en hvar, svo hefur maður heyrt að fólk sé að fara til útlanda sjálft, það þá engin undirbúningur? Í rauninni í dag hvort sem þú ferði í aðgerð á eigin vegum hér á landi eða erlendis einhver staðar að þá getur bara pantar þetta á netinu eða mætti í viðtal 1 eða 2 og bara valið aðgerð eins og maður segir og stundum með réttu stundum það bara frábær meðferð en stundum á hún ekki við og mér finnst alltaf alveg ofboðslega skrítið að fólk geti valið sjálft fara í aðgerðina. Það bara svona langur biðlisti? Þess vegna fólk að leita annað?
Ég held að annars vegar það og hins vegar að fólk kannski ekki alveg, þekkir kannski ekki alveg ferlið og ég alveg sek í að ég hef ekkert verið að tala mikið það vegna þess að hluti að ég gegnum mig og ég bara hef ekki annað eftirspurn þannig að en það eru 2 leiðir til þess að komast í efnaskipta aðgerð á kostnað ríkisins sem maður segir og það annars verið að fara gegn Reykjalund sem að með frábært prógram, svona þverfaglegt prógram sem að mjög mikilvægt fyrir ákveðin hóp fólk sem að þarf mikið inngrip og með mjög fjölþættan vanda eða alvarlegan sjúkdóm og þar verið að vinna mjög góð vinnu svo með undirbúningur og svo hægt að fara í aðgerð sem að þá sem sagt greitt af ríkinu og þá það annars vegar á Landspítalanum en þar mjög langur biðlisti eftir aðgerðunum og það sem hefur verið þar það er svo langur tími frá undirbúningi að aðgerða því að flöskhálsinn svo mikið aðgerða plássin á Landspítalanum og þannig að það hefur ekki nást svona alveg svo samfella sem þarf og en það sem að við erum með einhverja löggjöf sem að veitir okkur réttis að fara erlendis á svo kvöldu biðlista ákvæði ef að biðtími lengri en 3 mánuðir og það sem að við höfum verið að vinna núna síðastliðin ár að við undirbúum sjúklingar sem að fara til Svíþjóðar í aðgerð á kostnað sjúkratrygginga og það eru bæði einstaklingar sem frá Reykjalundi og sem farið þá í gegnum mitt teymi sem heitir Mín besta heilsa og og við sem sagt þá vinnum í því að undirbúa fólk og meta sem sagt hvort aðgerð og hvað aðgerð og hvernig það best að undirbúana og sinnum eftir meðferðin eftir það þannig að það í rauninni við höfum alveg náð að sinna því svona ágætlega held ég en það mjög lítill hluti af okkur fólki sem að það fer þá í aðgerð á Landspítalanum bara vegna þess að það svo langur biðtími eftir aðgerðinni þar þannig að langflest en það íslensku skurðlæknir sem að hittir fólki hér og við erum með útibú frá þessari klíníki í Svíþjóð hér á landi þannig að undirbúningur eftir meðferð hér skurðlæknirinn kemur hingað en einstaklingurinn þarf að fara út í aðgerðin sjálf. En svo náttúrulega annað sem mjög mikið búið í umræðinu og það þessi sykursýkis lyf eða þyngdarstjórnunarlyf, hvað heitaðu það frekar? Já. Hvað nú veist þú örugglega allt þetta. Hverjum gagnast þessi lyf? Þessi lyfjaflokkur sem að hefur verið mest í umræðinni, þessi svo kalluðu GLP-1 hliðstæður, GLP-1 hormón sem meltingavegurinn framleiðir og sendir heilanum og skilabóðum settu og ýmislegt og þetta eitt af þeim hormónum sem breytist við aðgerðirnar og þannig að nú erum við komin lyf fyrir eitt af þessum fjölmörgu breytum sem við erum að breyta með aðgerðunum og þau voru upphaflega sykursýkilyf vegna þess að þau vinna mjög vel í stýrikerfi blóðsykurs og koma jafnvægi þar á sem bara mjög gott fyrir sykursýki og frábært með það. En þau hafa líka áhrif bæði bein og óbein á þyngdarstjórnunarkerfi líkamanns og óbeinu áhrifin eru þá gegnum blóðsykur stýrikerfið af því að það að jafna blóðsykur mjög gott fyrir þyngdarstjórnun og en þau hafa líka beina áhrif upp í stýrikerfi matarlistar bæði sem sagt gera verkum að við verðum fyrirsödd og síðursvöng og líka hafa áhrifin í velunarkerfi þannig okkur langur síður í skyndi orku sem líka mjög gott. Virkaðu öll eins þessi lyf, maður hefur heyrt Saxenda, Wegovy og Ozempic? Þetta eru 2 lyf, Saxenda og Victoza voru lyf sem kom á undan og heita liraglútíð og þau eru með
styttri helmingunum tíma þurft að sprauta sig einu svona dag með þau og eru en setjast á þessa viðtaka því við erum með viðtaka fyrir þetta GLP-1 hormón út allt og meðlan sér hann og þau setjast á hann og valda ákveðni virkni. Síðan komu þau sem heita semaglútíð sem eru svona í sömu fjölskyldinni og þau eru langverkandi að sprauta sig einu sinni í viku með þeim og fyrst kom það sem Ozempic og ætlað sykursýki og síðan kom Wegovy sem ætlað við áfættu en þetta saman lyfið. Okay. En þetta er bara 2 lyf, þannig að Saxenda og Ozempic ekki saman lyfið. Er þetta eitthvað sem fólk þarf þá bara að gera út ævina til lífstíðar eða er þetta skammtíma? Þetta er ekki skammtímalaust og já, sko málið það. Ef að við erum að meðhandla langvinnan sjúkdóm þá þarf langtíma meðferð á hann. Þetta er ekki flóknar en það. Og það sem að því að lyfin bara fara inn og vinna þegar að þau eru til staðar í líkamannum, svo hætta þau. Þannig ef að maður tekur bremsuna af þá fer kerfið í gang aftur. Þannig að það er ekkert óeðlilegt við það og þarna erum við náttúrulega að vinna á móti öllu þessu gamla að taka sig áfari átak og léttast og halda svo að það sé bara forever meðan að líkaminn alltaf vinnur á móti því með öllum tiltækum ráðum og reynir að laga þetta inngrip og þannig að í mínum huga skiptir rosalega miklu máli hvort að það er hægt að trappa sig út af lyfjunum aftur hvernig maður notar þau ef að þau eru notuð eins og megrun þannig að sko aldils að fá fyrir peningin og alltaf hef enga matalist og ætla ekki að borða neitt þess að vera rosalega mjó þá erum við að búa til miklu meiri vanda heldur en þetta leysir en sem leið og sleppi lyfinu þá erum við búin að við erum búin að breyta stýrikerfinu þannig að líkaminn er stiltur á fytsum og líka bara örugglega vöðvarýrnun og nákvæmlega og mæringaskortur vöðvarýrnun alltaf það er bara error í öllum bóksum þannig að það má alls ekki nota þessi lyf sem megrun. Finnst þér að vera ofnótuð? Já. Það er engin spurning. Hafa allir aðgang að þessu? Margir. En leið þá er þetta frábær lyf fyrir það sem þurfa að með halda. Og það er bara eins og með bara alls konar sem er. Og þannig að þegar er eins og til dæmis einstaklingar sem hafa aldrei upplifað settu bara í lífinu. Eða þegar að kerfin eru þannig að þau eru búin að aðlagast alls konar breytingum að hætta að senda settuskilaboð. Og þá getur þetta verið frábær stuðningur og þannig að hjálpa fólki þá að borða eðlilega og líða eðlilega og taka út þetta sem kallar food noise stanslaus boð heilans hugsanir mat þetta er bara rosalega íþyngjandi og trublandi og fólk bara frelsinu sé að losna fangilsi að loksins get ég bara gert eitthvað annað og þetta er ekki sjálfráður hugsanir, þetta er ekki eitthvað sem man bara fólk er að taka sig á og eitthvað, einhvern viljastyrk og eitthvað þannig, þetta er bara rosalega sterk öfl þarna, þannig ef þessi lyf eru rétt nótu fyrir rétt einstakling, þá er alveg frábær og bara kærkomið verkfæri, en þetta er ekki megrunarlyf og við eigum ekki að fara inn í heilbrigða líkama, búa til megrunar ástand, trufla þá og taka svo þetta bara svona út og ætlast til þess að líkaminn bara sé sáttur við það er óraunhæft og óeðlilegt og já, ég veit ekki hvað ég get bara horfa þetta sterkt en eins og með aukaverkanir þú veist, er það ekki líka svolítið? Það eru bara þetta er lyf og við erum að fara inn á viðtaka sem eru út allt í líkamann já, auðvitað koma aukaverkanir það er en mismiklar hjá einstaklingum það sem eru algengastar eru ógleði og harðlyfi en það er vegna þess að við erum að hægja á annars vegar tæmingu magans og hreyfingum þarmanna þannig að þetta er bara lógísk viðbrögð en við eigum að kunna alveg að vinna með það og við dröppum lyfið hægt upp og sem sagt maturinn þarf að vera í samræmi við þannig að ekki að borða stóra skammta og það þarf að vera til auðmeltur matur meðan að sem sagt meltingavegurinn er að aðlaga sig að þessu og langa oftast gera það en einstakar lendir í að eiga í vanda út af þessum meltingafæra einkennum
og upp þeim pániðugangur. Það er alls konar, við erum að fara inn á fullt af viðtökum í meltingarveginn. Þannig að ef fólk hættir að taka þetta lyf þá myndi það hætta líka, eða? Já, það er svo breyting, já. Þess að þá sést lyfið ekki lengur á þessa viðtaka sem að og þá hættir súvirkni. En við erum með viðtaka fyrir þetta lyf út allan líkamann. Og það er náttúrulega það sem er að gera bæði kostina við lyfið vegna þess að þetta getur bætt hjartaheilsu, þetta getur minnka bólgur, það er bara rosalega margt sem þetta getur gert gott í líkamannum. En leið erum við náttúrulega ef að við getum mögulega verið að rugla þessi kerfi líka. Þannig að ég ber mikla virðingu fyrir lyfjum og ég vil við notum þau rétt og mér finnst og frjálslega að fara með þau og ég hef náttúrulega verið alveg að tjá mig það í alls konar viðtölum og fjölmiðlum eitthvað. Og mörgum finnst ég bara ógeðslega leiðilega og neikvæð og tala illa um þessi lyf og eitthvað svona. Ég er ekki að því. En við þurfum að gera þetta skynsamlega og nota þetta rétt og hjá þeim einstaklingu sem þurfa á því alltaf þetta er ekki til þess að taka nokkur kíló og þess að við bara truflum líkamann meira með því að setja þetta inn heldur en við gerum bót en að nota skynsamlega. Svo núna er að koma nýtt, eða sem það nýkomið nýtt lyfjamarkað sem er svo sem ekki farið að nota mikið eftir sem ég best veit en það er lyf sem fer beint inn á stýrikerfið í heilanum, ekki gegnum meltingarvegshormónin og fer beint í undirstúku þannig að til þess að stýra og dregur mátarlistinni líka og það er aftur þannig að ef að heilin er að fá þessi skilaboð þá virkar hann ekki þetta mótvægiskerfið. Þannig að það er hægt að maður léttist ef maður fyrir að borða minna en sem að maður gerir ekki ef að líkaminn upplifir það sem svelti. Þannig að þetta nýja lyf, það hefur bara áhrif að heilunum ekki beint á... Ekki gegnum þessi meltingarhormón. Já, er það þá verra? Eða er ég að miskilja? Nei, ekkert verra. Það er bara öðruvísi. Já. Og það til dæmis getur hjálpað þeim sem er að fá meltingareinkennin og þola ekki hinlifin út frá meltingareinkennin. Og það hefur kostið, það sem er að gerast er að við erum að fá fleiri verkfæri, það er að segja, við erum að fá tækifæri til þess að fara inn í þetta kerfi á fleiri stöðum. Af því að það er ekki það sama sem er að raskast í öllum kerfum og það er svo margt sem getur truflast að það er bara að gefa okkur meira verkfæri til þess að vinna með þetta kerfum. Þá þurfum líka að kunna á það, þannig að það á ekkert hver sem er að vera að fikta í þessu. Nei, einmitt. En kannski ein spurning með þessar aðgerðir og þessi lyf. Hvenær veistu hvort að þetta gagnast þér eða ekki? Ef það kemur einhver til þín, leitar til þín og þú veist, hvað skilið þarf hún að uppfylla í raun og veru til þess að þú veitir já, þetta mun hjálpa þér eða, þú veist, er einhverju sem þú segir bara að það gagnast þér frekar að bæta lífstílinn? Sko, það gagnast öllum að bæta lífstílinn og við vinnum alltaf með það. Það er engin undantekning af því að það er alltaf grunnurinn til þess að þetta virki því ef lífstílinn er ekki í lagi og ekki borða reglulega hollumatur og þetta allt saman þá er það mikið ójafnvægi í þyngdarstjórnunarkerfunum að við erum bara ausa og moka og það lekur áfram þó að sé verið ausa og þú veist allt þetta. Þannig að en fyrir suma er breytingu lífstílinu nóg. Og en yfirleitt fólk er komin til mín þá hefur það reynt í árum saman alls konar mismunandi. Þannig að ég byrjaði að fara yfir það. Í rauninni sko ef að ég myndi bara sitja með öllum og fara yfir sögun og útskýra alla meðferð og allt svo leiðis, þá myndi ég bara hitta örfá sjúklinga og það bara gengur ekki. Þannig að það sem ég geri er að það er aldrei hægt að panta beint tíma hjá mér. Þú þarft að fara námskeið á netinu fyrst. Og þannig að fólk fyrir inn á mín besta heilsa og fyrir á námskeið og hlustar á alls konar. Þá get ég útskýrt þyngdarstjórnunarkerfin, ég get útskýrt hvað lífstílinn er að gera, hvað svefnin er að gera, hvað streitan er að gera, hvaða matur, þú veist, hvað þú finnur próteinin, hvað lyfin gera, hvað aukverkunar hafa, hvað aðgerðin að gera, hvað aðgerðir, af hverju búast, hvernig lífi eftir aðgerð, allt þetta. Að fólk er búið að hlusta á þetta þegar kemur til mín. Svo er það búið að svara spurningalista sem er í rauninni bara það sem að ég vil vita
Hvað ertu búin að prófa, hvað gekk vel, hvað gekk illa, hvernig er mataræðið þetta, hvað sjúkdómar ertu með, hvað lyf ertu að taka, við hvað aðstæðarbyrðu, alla þessa þætti. Og ég er búin að taka blóðpröfur sem eru mjög víðtækar, þannig að ég veit hvernig efnisskiptastaðan ég veit hvernig næringastaðan ég veit hvernig álagsþættir og helstu líffæri eru og alla þessa þætti. Þannig að þá get ég sest niður með einstakling og fundið bara hvað er líklegt þess að henda þér. Og ég geri leiðnimælingu en ég veit hvernig líkaminn er samsettur, ég veit hvað er mikil kviðfita, hún hefur náttúrulega miklu meira efnisskipta áhrif en annað, ég veit hvað er mikil vöðvamassi, þetta allt saman og þarna er ég komið fullt af forsendum til þess að meta hvaða leið er líklegust til þess að henda þessum einstaklingi. En þetta er alltaf óvissuferð, ég get aldrei sagt nákvæmlega hvernig líkaminn mun bregðast við, hvernig mun hann þola þessi lyf, veit það ekki, hvernig mun hann taka í aðgerðina, hvað mat myndi þola best og vest og ég veit það ekki. Nei. Og þetta er hluti af því að útskýra fyrir fólki, en að fólk taki mjög upplýsta ákvörðun hvaða leið er best fyrir mig. En finnst þér þeir sem leita til þín líka oft í andlegu ójafnvægi, þegar maður heyrt mikið af fordómum gagnvart ofþyngd offitu og oft er líka eitthvað svona ástæður þess að fólk er í ofþyngdur líka oft andlegir erfiðleikar. Mikil ósköp. Og eðlilega, ég var frekar hissið að það væri ekki, en ok. En sko það er rosalega margt sem getur truflað, sem sagt áfall og áfallasaga hjá einstaklingum, en það eru gríðarlega hátt hlutfall einstaklinga með offitu með mikla áfallsögu. Og áföll hreinlega breyta stýrikerfi þyngdar. Veistu hvernig? Ja, gegnum undirstungu, heila, dingul, snýrna, hettu, öxulinn. Ok. Já, það er aðal kerfi sem við vitum hvernig. Er þetta eitthvað, hefur þetta eitthvað með fight or flight? Þetta streitu ástand langvarandi kannski? Þetta er langvarandi, já. Ef þú býrð við stöðuga hættu, hættan getur verið, það er neysla á heimilinu, þú býrð við óöryggi, það er álag, það er sko, þess vegna til dæmis fátækt getur breytt stýrikerfi vegna þess að það er stöðugt álag. Það er ekki vegna þess að fátækara fólk borði alltaf óhollara og eitthvað svolítið heldur álagið, þetta komplextráma, eða svona langvinnt álag. Áhugavert. Að það getur hreinlega breytt þannig að líkaminn fara að stilla sem er á fytusöfnum til þess að berga þér. Þannig að þetta er bara, þetta er svo, spáðu hvað er gaman að horfa á þetta heildrænt. En það, þú veist, ef maður horfir bara einn part með þessi, þá fær maður bara part af sögunni. En já, þannig að það er hlutaði. Svo náttúrulega eru alls konar geðsjúkdómar og meðferð við geðsjúkdómar, eins og geðlyfin breyta þyngd alveg ofboðslega mikið. Og það er bara beint gegnum áhrif á heilan, fólk kannski getur þyngstu 30 kíló einu mánuði við að fara á lyf. Og það er rosalega erfitt að vinda ofan að því, þannig að það er alltaf vaxandi núna vitundavakning að ef að þarf að setja fólk á ákveðin geðlyf að passa þyngdarreikninguna og vinna strax með hana samhliða. Þunglindu kviðin, þú veist, matur er hluti af því sem að við notum sem skilaboð til heilans. Matur er róandi. Ef þú bara hugsaður streitukerfið, að þegar við borðum þá er sefkerfið í gangi. Blóðrásinn til meltingavegar eins og við erum róleg og það eru bara kjöraðastæti sem melta og allt þetta. En ef að streitukerfið okkar er í gangi, þar að segja kerfi sem er gert til að bjarga okkur úr hættu, hvort sem að berjast eða flýja eða hvað, þá er ekkert blóðflæði til meltingavegur eins og þá eru hækkast blóðsykurinn og þá er alls konar annað í gangi. Ef að þetta kerfi er alltaf í gangi og sefkerfi kemst ekki að, þá verður allt önnur stilling í kerfunum okkar. Og þannig að já, þetta hefur mikil áhrif. Þannig að langvarandi álag, mikil streita, svefnleysi hefur mikil áhrif, öll áföllin, og það að náttúrulega borða yfir tilfinningar, matur róar og fyrir suma, ef að andlega vanlíðanin er það mikil að það að fá smástund eitthvað til að róa kerfið, það bara getur skipt svo miklu máli. Jafnvel þó að það hafi síðan erfiðar afleiðingar annar staðar í líkamannum, að margir nota mat til þess að róa sig, að komast í gegnum daginn og deyfa sig og það er svo marg slungið.
Þannig að það er svolítið mitt að ráða gátuna með hverjum einstaklingi. Já, sko að því að maður hugsa bara 100 ár tilbaka, þá var offita ekki svona algenging svo í dag og við sem tegund erum ekkert búin að kollvarpast, við erum ennþá bara sami mekanismi, þannig að þetta er augljóslega þá bara í umhverfunu. Það er umhverfi sem breytist og eins og kom inn á þann, ég held að það sé, við erum orðin svo ótengt náttúrunni, við erum hætt að vera úti í náttúru, við erum hætt að vera í eðlilegum byrtuskilyrðum. Byrtuskilyrðin hafa mjög mikil áhrif á hvernig kerfið vinnur. Við erum farin að og ég er mestar áhyggjur af gjörinu vatni. Einmitt, ég er svo sammála. Og hvernig við erum farin að borða matarlíki en ekki mat og líka minn, hann kann ekki að bregðast við þessu, við erum að trufla hann fyrir utan öll eitrefnuna plasti og guð hvað allt sem er endalist að dynja á okkur, en ég held að líka minn í dag hann er ekki hann starfar ekki rétt vegna þess að áreitið á hann er að afvega leiðan svo mikið og hans viðbrögð eru frumstæð að bregðast við hættu og safna forða. Og en líka mann veit ekki að það er ekki hungursneið að hætta. Það er ekki yfirvofandi hungursneið en það hefur ekki önnur ráð að bregðast við, þannig að umhverfið hefur breyst mikið, þarmaflóran náttúrulega okkar breyst mikið sem er aftur skilabóðin. Allir þessi þættir, en það er umhverfið sem breytir þarmaflórinni aftur, þannig að það er svo mörg skilyrði sem líkaminn er að vinna í dag sem hann bara kann ekki að vinna úr og bregst við með þessum hætti. Sko þegar við erum að tala þarmaflóruna þá hef ég heyrt Akkermannsja. Hefur heyrt það? Nei, það er, sko ég man ekki hvort það er örugglega ekki hormón, en það er eitthvað efni sem að hefur bætt þarmaflóruna og þekki þetta ekki alveg nóg vel en þú veist ég held að fólk sem er hlusta ætti að kynna sér þetta. Ég þekki ekki þetta tiltaka efni en ég held að allir ætti að reyna að rækta góða þarmaflóru sem að eru fyrst og fremst þá í rauninni gefum við góðu bakteríónu forsendum til þess að nærast með því að borða hlutfallslega meira af trefjum sem þær geta nýtt sér sem er það aðalega græmiti og næringa þéttan mat. Já. Og lítið af þessu óhalla sem er að trufla því það er að næra hinnar sem er þá berjast veldin þessar óþekku. Já, einmitt. En það sem mér finnst sorglegast er börn. Maður er að heyra börn sem er að þurfa svona inngrip. Þarf ekki samt svolítið mikið til að þau fara á svona lyf? Jú, leið og aftur þá gleðumst við yfir eigum þá allavega meðferð þegar á þarf að halda. Best væri að koma í veg fyrir það þyrfti og þar þarf allt samfélagi að koma til. Þar gilda þessi lýðhelsu inngrip sem að er engin spurning að við eigum að grípa til og í handbremsunni bara grípa strax inn í og mjög til dæmis alveg frábært tækifæri núna að þeirra vera einlega gjald fyrir alls skólamáltíðir að börn fái örugglega mjög vel samsetta holla máltíð einu sinna dag. Akkurat. Og það tryggir jöfnuð og það hefur bara allir gott að því að skiptir engum líka holda farið þau eru og en það tryggir ákveðið bara stöðuleik og er ekki fyrir kerfin okkar þannig að ég finnst það svo frábært tækifæri og ég ætla að vona að það klúðrist ekki að fara að verða bara einhver unnin matur og dýr og eitthvað svona sem myndi skemma mjög mikið og hætta öllu þessu rusli eins og allt tengsl við íþrótt það er einhverju stykki og orkudrykkir sem þykir eitthvað bara eðlilegt sem er svo fjarrið því að vera eðlilegt og bara til dæmis því að ég nú ráðleg fólki að borða mikið prótína það er að segja það þarf að passa mjög vel upp á prótína að dreifa þeim jafnt yfir og fá nægilegt prótín fyrir líkaminn yfir daginn og sérstaklega er að fer að minka það hvað það er að borða þannig að ekst hlutfall prótínsins í matnum og ég töðum þessi prótín alveg og þá fæ ég svo oft spurninguna og hvaða prótíndifti mælur með?
Þú bara nei, bara meinti það eggjum ekki. og skýri og kjöti og Það er fisk fisk, egg og kjöt og fisk og alls konar, já. Já. En ég vil að fólk náttúrulega fái næringunum sína úr mat. En að því að innarinn náttúrulega búin að sjá að það vera ráleiki prótein í þetta. Að bara prótein, setja allt prótein og allt, prótein, pönnukaka, prótein, þetta prótein, hitt, eitthvað svona. Allir halda í alvörinu að þetta sé eitthvað hollista. Já. Og sett svo í heilsuvörur og svona. Já, Þú veist, já. nákvæmlega. Og bara, en Það er þetta er svona dæmi að þarna getum við gert breytingu í samfélaginu og aðstofað fólk við að komast út úr þeim gildrunum. Já. Það er svona auka heilsulæsi, hef ég kallað það. Já. Já. Mér finnst þannig fólk vera orðið heilsu meðvitara. Þú veist að því varst að tala að við erum hægt að fá byrtu og hægt að vera út í náttúrunni, en mér finnst allavega mikið af fólkin sem ég umgengst og fólkinu kringum mig er orðið miklu meðvitaðar þetta og þetta sé mikilvægt og þetta hafi jákvæð áhrif á heilsuna. Ég ætla að taka undir það með þér og ég held að það sé einmitt vaxandi vitund það og líka í heilbrigðisgeiranum betver þá og að einmitt ráleiki fólki vera meir í náttúrunni og góð vinkonu mín læknir Kristín og tala mikið náttúruleysi nútímans hvað við erum farin að vera lítið í náttúrunni en ég held líka að það hafi orðið meiri polarisering þar að segja það er stærri hópur sem að gera þetta alveg rosalega vel en aftur líka mjög stór hópur sem að loka sig af og í rauninni er svolítið í þessari gerfi veröld fast. Ég minnst einmitt svo fyndið að því nú kenni ég í framhaldsskóla. Eða eiginlega ekki fyndið, þetta er eiginlega sorglegt að við vorum fyrir fjallgöngu og það var einhver nemandi sem hefði mist svona bláan Powerade og rétti mér, heyrðu það verður einhver mist þetta og ég læt þetta ekki ánum mig. Nei, nákvæmlega. Þannig ég hugsaði, ég hef ekki bara skiljið þetta eftir, við vorum sko ekki farin inn í rútuna, við vorum með þau í skólanum. Og hún bara, akkur, ég sagði, þú verður að spyrja hvað á þetta, ég vil ekki vera með þessi mínum höndum. Og hún hélt ég var að djóka og ég sagði, nei, veistu, ég vil bara ekki innan gæsalappa auglýsa þetta. Og hún er þetta ekki hollt? Og þetta finnst mér svo sorglegt að þau halda próteinpönnukökur og próteinstykkin og orkudrykkinir séu hollt. Og þetta er markasetningin þannig og mér finnst þetta mjög sorglegt. Og við hljótum að geta undir ofan á þessu. Ég ætla að vera bjartsýn. Já, ég trúi ekki öðru. En það þarf eiginlega bara að byrja strax í leikskóla með svona heilsulæsi og næringarlæsi. Að vita hvað er hvað og eins og þú segir, þessi gjör unnu matvæli. Ég þarf eiginlega bara að taka fyrir einhvern veginn heilan þátt það. Klárlega. Hvað það er og af hverju eru við komið þangað. Markaðsöflin, sko. Já, þetta er náttúrulega ódýrari í framleiðslu og það allt saman. Ég meina, það er náttúrulega bara, það eru peningasjónarmiðin sem að ráða þar. Það er engin spurning. Akkurat. En ég spyr alla sem koma til mín, hvað er heilsa fyrir þér? Ég vil spyrja þig líka. Já, sko. Ég var að vona að ég slippi við þessa spurningu. En ég var að keyra norður einhvern tímann í haust, sumar og hlusta á podcastin þín og þá heyrði ég að hún spyr allra þessar spurningar, hvað myndi hún spyrja mig og hverja á ég að svara, ég er náttúrulega læknir og ég hlýta nú að vita hagalega gott svar við þessu og svo fór ég að hugsa hvað er heilsa og ég fór í gegnum rosalega marga anga af því og enda sko, ég var eldsnögg norður sko, ég kom norður við sá og ég stytti stundum nákvæmlega og þú veist, vera með líka mann í jafnvægi, velnærðan og rétt samsettan, eitthvað svona er það vera laus við sjúkdóma maður getur verið góða heilsudóma sem alls konar sjúkdóma, það að vera með góða andlega heilsu, góða félagslega heilsu og þannig ég var búin að það fóru rosalega margir kilometrar í að hugsa þetta en og svo komst ég niður á eitt orð sem að mér fannst lýsa góðri heilsu og það var orðið sátt. Ef að líkaminn er sáttur við það sem þann aðbúnað sem hann fær, ef við erum sátt
við líkamann okkar, ef við erum sátt í því umhverfi sem við erum, hvort það er fjárhagslega heilsa, félagslega heilsa, ef við erum sátt, þá búum við góða heilsu. Þetta var langa leiðin mín til að komast að hvað mér finnst vera góð heilsa. Og vegna þess að þú getur alveg verið sátt við, þú getur bara hlaupið eina hæð en ekki 10, eða þú getur verið óánægður líka þegar þú getur hlaupið 10, skilur og þannig og þá fyrir líka að hugsa hversu óbúðslega mikinn tíma eyðum við í að vera ósátt og spáiði hvað okkur gæti liðið miklu betur með það bara vera sátt með líkamann okkar, sátt við aðbúnaðin okkar, sátt við tilvörun okkar, sátt við aðstæðunar, allt þetta hvað við myndum fá miklu betri heilsu og hvað við myndum skila sér í öllum boðefnakerfunum okkar sem eru að trufla okkur alltaf tíð. Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta var já. Hefur þú markvisst unnið að því þá, að vera sátt? Já, ég nefnilega geri það. Og ég hef reynt nefnilega margar leiðir vegna þess að ég er líka alveg upplifað að vera ósátt. Og mjög reið og alls konar sem bara ég held að lífið náttúrulega hendir í mann alls konar og ég hef sem betur kynst mörgu góðu fólki sem er mikið spökulegra í þessu og við erum svona henda á milli okkar alls konar mismunandi leiðum til þess að finna hvernig getur maður orðið sáttur og vinna úr alls konar í bakpokanum og alla þessu hluti. Ég meina, það þurfa allir að vinna með þetta, fá allir eitthvað kljást við og það er bara spurningin hvernig við tökumst á við það. Ég náttúrulega horfi á lífið þannig, þú ræður ekki alltaf hvað þú færði í hendur, en þú ræður hvernig þú bregst við því. Og hvort sem það eru veikindi eða aðrar aðstæður og ég bara reyna að fikra mig í gegnum þetta eins og allir aðrir. Æðislegt bara. Mér langar bara eiginlega að hvetja það sem er að hlusta kannski bara til þess að setjast niður og svara þessari spurningu skriflega, hvað er heilsa fyrir mér? Af því að gaman að heyra fyrstulega gaman að heyra sér að hlusta þættina mína, takk fyrir það. Sjálfsögðu. Já, takk. En líka að þetta er ekki eitthvað sem kemur bara strax þetta svar. Man þarf alveg að melta þetta. Man þarf alveg að melta þetta, af því að þetta er alveg flókið svar, vegna þess að heilsa er svo ótrúlega margþætt fyrirbæri. Ég er svona eiginlega komin á það að heilsa fyrir mér er jafnvægi. Þegar ég upplifi mig jafnvægi og það er kannski pínu svipað og sátt. Já, er eiginlega bara svona, pínu önnur útgáfan af því, Skemmtilegt. Við erum bara sammála. Þetta var svolítið. Heyrðu, er eitthvað að loka? Eitthvað sem að þið langar að koma á framfæri eða? Bara takk fyrir að bjóða mér og vona bara að fólk nái að njóta sín og vera sátt við sína tilveru og heilsu og vona að eitthvað sem ég sagði gæti verið hvati fyrir einhver til þess að gera eitthvað sem gæti hjálpa því að lifa betur. Fyrsta lagi kannski bara fyrirbyggja með lífsstílnum. Það þurfa allir að borða vel og fallega, finna einhverja hreyfingu, passa upp á svefnin sinn og finna jafnvægi í andlegri líðan og svo vinna bara markvisst með það í verkefni sem maður fær í hendur. Og eitt kannski að hika ekki við að leita eftir aðstoð. Það sýnir styrk að leita eftir aðstoð meðan að ég fæ óskaplega ofta að heyra, ég ætla bara að gera þetta sjálf, ég vil ekki nein inngrip og ekki neitt en fólk þarf alltaf að gera þetta sjálft hvort sem það nota verkfæri ekki og þetta er bara eilíðar verkefni en þetta er bara skemmtileg vegferð að hlúa vel að sjálfum sér. Takk kærlega fyrir að koma. Takk. Eftir að við Erla Gerður vorum búnar að taka upp þáttinn þá mundi hún eftir því að hún glemdi alveg að segja frá einu sem að henni þótti mikilvægt og ég kom því hvergi fyrir inn í miðjum þættinum, það kom bara kjánalega út að klippa það inn
Þannig ég ætla bara að leyfa ykkur að hlusta á hljóðbútin hérna. Gjörið svo vel. Svo fituvefurinn okkar svo margslungin og það líka til sjúkdómur í fituvef sem að gera verkum og það mjög auðvelt að fitna en mjög erfitt að léttast og þetta aðalega hjá konum og til fitubjúr eða lípidema svona hormónastýrð fitusöfnun sem að oft versnar á kynþroska meðgöngu og breytingaskeiði og það mjög mikilvægt að greina þetta og átta sig á þessum mismunum af hverju líkaminn vinnur eins og hann vinnur og skilja hann betur og þá líka geta unni með að ég svolítið trúi því að maður veit hvað verkefni maður með í fanginu og getur maður unni betur með þau. Og ég sé hjá þessum konum svo oft öfgakendar tilraunir til þyngdartaps, gríðarlega miklar æfingar og mjög stranga matarkúra og allt þetta en það bara dugar ekki þannig að það skapar oft svo mikla andlega vanlíðan og oft óheilbritt samband við líkama og við mat og svona. Mér finnst mjög mikilvægt að greina þetta, fræða og veita þá rétta meðferð þarna. Þannig að þetta það sko stórt efni að þú þarft bara að hafa heilan þátt fitubjúin. Já, ég ætla að gera það. Ekki spurning. Mér langar að lokum að hvetja ykkur sem á Instagram að henda í eitt follow á Heilsuerla. Einnig býð ég upp á heilsumarkþjálfun annarkvæmt miðvikudag í sjúkraþjálfun í sporthúsinu. Þannig að ef þig langar að bæta heilsuna, veist ekki alveg hvað átt að byrja, þá frábært að bóka tíma hjá mér í heilsumarkþjálfun og ég hjálpa þér af stað í þitt heilsuferðalag. Hlakka til að sjá þig.